Í dag fasta talin mikilvægur hluti af heilsubætandi lífsstíl, hreinsun líkamanns og sjálfsögun. Þetta í tísku í dag. Vikurnar fyrir páska eru helgaðar föstu. Öll stóru trúarbrögð veraldar halda föstu. Trúarleiðtogarnir miklu, Búdda, Móses, Jesús og Múhameð föstuðu allir. Hvað það að fasta? Fasta felur það yfirleitt í sér að maður neitar sér ákveðin munað, þægindi eða fæðu. Stundum felst hún í iðrun og yfirbót. Fasta hefur með sjálfsögun að gera, sjálfsstjórn, að veita sjálfum sér aðhald, líkamlega og andlega. Í skólum landsins eru töluð hátt í 100 tungumál. Við erum fjölmenningarsamfélag með allir þeirri litaskrúð sem því tilheyrir. Fjölmenningu tilheyra ólíkar hefðir, siðir og venjur sem geta valdið óþægilegum núningi. En fjölmenningin getur einnig leitt í ljós þar sem við öll jarðarinnar börn eigum svo til öll sameiginlegt. Í gömlu austrænu trúarhefðunum, hindúisma og búddisma, eru föstur og meinlæta hefðir mjög fyrirferðarmiklar. Í sinni föstu varð Búdda fyrir fjórföldum freistingum í upphafi síns starfsferils, rétt svipað og Jesús sjálfur gekk í gegnum. Allar þrjár eingyðis trúarhefðirnar, gyðingdómur, kristindómur og íslam, hafa ákveðin föstu tíma og föstu aðferðir í sínum helgisiðum sem tengjast sögulega og menningarlega. Við erum hér í Fríkirkjunni við Tjörnina, en hún tákn trúarlega og menningarlega aðgreiningu eða Fríkirkjan tákn menningarlega og trúarlega samhygð? Í íslam fasta menn í Ramadan mánuðinum og taka þann sið alvarlega. Eitt sinn var eitt samfélag múslima hér á landi húsnæðislaust í upphafi föstu mánaðarins og þá voru góð ráð dýr. Við í Fríkirkjunni hér buðum þeim aðgangað okkar húsakynnum og íslamska samfélagið kom nokkuð oft saman í okkar Fríkirkju safnaða sal. Einhverjir sögðu sig úr fríkirkjusöfnuðinum vegna þessa. Töldu slíka kristna náunga gestrisni ekki við hæfi. Mun fleiri skráðu sig inn í fríkirkjuna að þessu tilefni. Hér eru allir velkomnir. Við leitumst við að fylgja þeim æðri mætti sem innra með okkur öllum, óháð kirkjudeildum, fornum ritningum og trúarbrögðum. Þeim Guði sem tengir saman. Fjölmargar hliðstæður að finna í boðskap stóru trúarbragðanna. Og það sem sameiginlegt með trúarhefðunum eykur á trúverðugleika hverrar hefðar fyrir sig og útvíkkar okkar eigin andlegu sýn. Ef við náum ekki að skilja að við erum öll samtengd þótt við komum úr ólíkum áttum, þá verður ekki friður. Í trúarbrögðunum að finna marga sameiginlega þætti sem eru óháðir tíma, menningu og landfræðilegum fjarlægðum. Þetta ætti að hjálpa okkur að skapa samhljóm í okkar sammannlegu tilveru. Hugleiðum það næst þegar við föstum, því það fagnaðarerindi.